Hvaða erindi hefur átt við fermingarbörnin í vetur? Ég búinn að vera að tala við þau einelti og mína reynslu einelti. Og hvað einelti getur haft djúpstæð áhrif á mann sjálfan. Og sjálfsímyndin náttúrulega gjörsamlega fyrir rúst. En með því að vinna í sjálfum sér og eins og ég að gera núna með því að tala við ykkur krakkar, að það þá svona, já, það vinst upp eitt skref einu og sérstaklega með því að það sem ég hef alltaf haft til að leiðarljósi, það er Guð og trúin. Það skiptir öllu máli að gleyma ekki Guði og gleyma ekki kærleikanum. Því að ég kannski ekki alveg búinn að vinna út úr öllu en ég kom mjög langt á leið. Og það er eitt sem já, svo mikilvægt að taka saman og því hver og ein manneskja er einstöku eins og hún er. Alveg svo segir í Salmi 139 að hann skapa okkur hvert og eitt og það skiptir miklu máli. Og ég skrifaði grein í Mentó einelti og það bera allir ábyrgðina og líka þú. Af því að það er oft sem að kennara benda foreldra og foreldrar á kennara og þessi og já, krakkarnir á næsta mann og eitthvað svona. En það er það að segja frá krakkar og láta vita ef ykkur líður illa, skiptir ekki máli hvers pappa, mamma, eða fósturforeldrar, eða afa og amma, eða vinir. En Guð er engin hlutur megn og ef maður hefur von og kærleikann í brjóstinu þá gengur lífið alltaf langt og betur krakkar. Það er bara þannig. En hvernig hafa fermingarbörnin tekið þér? Þau hafa tekið mig nefnilega ótrúlega vel og ég ætla bara að hreinskilna að unglingavandamál, það er eitthvað sem ég vil ekki tala því að unglingar eru frábærir. Þeir eru svo skemmtilegir, svo einlægir og náttúrulega mjög skrautlegur aldur og maður fær alls konar spurningar en það mér finnst það bara svo gaman því að ég var nú einhvern tíma að láta þau rappa upp á sviðið upp í kirkju og þau hlógu bara að þessu og það var bara yndislegt. En hvernig hefur Guð haldist vini þinn í gegnum alla þessa reynslu og eineltið og úrvinnslunni? Bænin skiptir miklu máli. Bæn. Ég bað mikið sem krakki. Bað þegar ég var að fara í gegnum undirgöngin. Viltu vera með mig Guð? Viltu blessa það að ég lendi ekki í ykkur í dag þó að þetta náttúrulega hafi allt undið upp á sig hvern dag fyrir sig. Náttúrulega að fyrirgefa þó að maður sé kannski ekki búin að fyrirgefa öllum en það skiptir miklu máli. Og líka bara eins og segir í orði Guðs trúin og kærleikur er mestur. Og það er svo mikil heiður fyrir mig að geta gefið til ungu kynslóðar í dag af því að við erum upplýstari einelti í dag heldur, ég fæddur 82 og sín tíma þá var það bara kallað stríðni. Já, einmitt. Og meira að segja margir kennarar og skólastjórar ég bara hreinskilið tóku bara ekkert á hlutunum. Nei. En við vitum að þú hefur verið duglegur í kristilegu starfi. Hefur það hjálpað þér eftir svona reynslu? Algjörlega, ég hef haft þann ásetning síðan 96 fermingára mitt að verða prestur og aldrei veit að ég verði sér að Vilhjálmur Karl eitthvað tíma. Já. En hvaða boðskap telurðu mikilvægastan fyrir fermingarbörnin? Halda sig við trúna, halda sig við Guð, kærleikann, koma í kirkjuna. Fermingin er ekki útskrift eins og í 10. bekk, það er innskrift inn í samfélag trúara og vera virk í kirkjunni. Því þar getum við alltaf leitað friðs, getum við alltaf leitað í friðin og að því við lendum öll í alls konar hlutum, ég menna kannski með svo af ömmu eða besta vini eða eitthvað en þá Jesús er alltaf til staðar og Guð